Öldin hennar, 1980. Og tókum það stóra skref. Það þóttu tíðindi 1980 að kona tilkynnti framboð til forseta, en það gerði Vigdís Finnbogadóttir, leikhússtjóri og frönskukennari. Framboð Vigdísar vakti alþjóða athygli, þar sem þetta var í fyrsta sinn í sögunni sem kona bauð sig fram til forseta. Í íslensku samhengi má skoða framboðið sem augljóst næsta skref eftir jafnréttisbaráttu 8. áratugurins, sem jafnan kallaður kvennaáratugurinn og blés nýrri von í brjóst kvenna jöfnuð. Velg Vigdis, står det på plakaten her. Det spennende med en kvinne for første gang som kandidat ved et islandsk presidentvalg. Ikke minst når vi tenker på hvor dårlig kvinnene på Island gjennom alle tider har vært representert i politiske toppstillinger, i alle fall for bare her. Kyn Vigdísar var stöðugt til umræðu í undanfara kosningana, en henni tókst hins vegar á sinni einstaka hátt að beina umræðunni í gagnlegan farveg jafnrétti. Vigdís, þú hefur sagt að þú sért í framboði vegna dætra þjóðarinnar. Þú átt væntanlega við að náir þú kjöri muni það vera stuðningur við jafnréttisbaráttu kynjanna. Má þá ekki orða það sem svo að það eigi að kjósa þig af því að þú sért kona? Nei, það var ekki að kjósa mig af því ég kona. Það var að kjósa mig af því að ég maður. Og innan orðsins maður bæði karl og kona. Það var verið alveg sjálfsagður hlutur að kjósa konu til jafns við karlinn. Hjúskaparstaða Vigdísar vakti einnig athygli, en hún var einstæð móðir. En frekar þurfti hún að umbera nærgöngulegar spurningar krabbamein sem hún hafði barist við. Það var alltaf eitthvað fyndið sem kom upp. Eins og kallinn sem spurði mig, óskaplega fallegur og maður, eldri maður sem stendur upp í sal út á landi og segir mikið er ég fegin, Vigdís, þú ert ekki gift. Þegar það var alveg sama hvað þú segði, þá myndi allir segja, þetta hefur kallinn sagt henni að segja. Á öðrum framboðsfundi var annar heldri borgari sem bar upp spurningu hvernig í ósköpunum hún ætlaði að gegna embættinu einbrjósta. Vigdís að vanda var fljót til svars og sagði: Ég hef ekki ætlað mér að vera með þjóðina á brjósti þó ég yrði forseti, þannig að ég ætti að geta leyst það verkefni eins og önnur stjórnunarverkefni sem ég sinni þá þegar. Þegar kosningadagurinn rann upp, gáfu kannanir til kynna að Vigdís og Guðlaugur Þorvaldsson stæðu nokkuð jöfn. Var erfitt að ákveða sig? Nei, nei. Það var ekki erfitt? Mikið ákveðið. Ég tók ákvörðun mína í upphafi bara þegar framboð Vigdísar kom fram. Það er frúin. Það er frúin? Já. Það er nefnilega það. Þegar atkvæðin höfðu verið talin upp úr kössunum, hafði Vigdís sigur með 33,6% atkvæða. Því snúðast orðið ljóst að þú mútt vera næsta forseti Íslands. Hvernig líður þér á þessari stundu? Ég get ekki neitað því, ég ákaflega stolt og ég fagna því að Íslendingar skuli hafa valið sér konu fyrir forseta. Vigdís Finnbogadóttir var fyrst kvenna í heiminum til að hljóta lýðræðislega kosningu til embættis forseta. Vigdís var forseti íslenska lýðveldisins frá 1980 til 1996.